Þetta er verkefni 17 í Excel, 17 Corel á blaðsíðu F27. Ég var búin að sýna ykkur hvernig þið vinnið síðu 1, síðu 2 vinnið á sama hátt, ég ætla að sýna ykkur síðu 3. Við ætlum að reikna út fylgnina, nú er Corel fallið til staðar hérna í FX-nafnum ef við vorum búin að sækja það hérna áður. Þá er það efst hérna hjá okkur og í efri línuna setjum við tölur í B-dálki og í neðri línuna tölur í C-dálki. Þá fáum við út fylgnina. Og við ætlum að setja B3 til C10 blokk til að setja upp myndrit, insert skatter og það kemur hér. Og við ætlum að breyta gildum á ásum og við ætlum að setja inn jöfnu og línu. Þannig að við byrjum á að fara hér, ýta á hægri mús, add trendline og það er hérna linear og hérna neðar hökum við display equation on chart, display, hérna, færum þetta ofar, svona, og ef þið viljið breyta útlitið þá gerið þið það hér, megið ráða alveg sjálf hvaða útlitið hafið og við ætlum að skrifa fyrirsögn, einkunnagjöf fyrir fiskrétti. Og ef þið viljið minnka letrið, svolítið stórt, þá farið á homeflipa og minnkið það. Hér getið fært jöfnuna aðeins til, þannig að þetta fari vel á myndritinu. Og ég vil minnka hana aðeins meira og ef þið viljið feitletrana þá getið þið líka gert það. En við ætlum að breyta gildum á ásum, við ætlum að smella hérna á ásinn og fara í format selection og við ætlum að hafa lægsta gildi 2, hæsta gildi 10 og hlaupa á 1. Smellum hérna á neðri ásinn líka og format selection. Hér ætlum að hafa líka hæsta gildi 10 og lægsta gildi 2 og við ætlum að láta hlaupa á 1. Þannig að þið stillið þetta. Og þá lítur þetta svona út. Og ef þið viljið hafa ramma í kring, shape outline og veljið lit á ramman. Og síðan endum við á að vista. Og þið vinnið síðu 4 sjálf eins og sýnt er í kennslubókinni.